Komið í sæl. Skulum byrja hér að líta á stóra yfirlitskortið okkar. Við sjáum þessa stóru og myndalegu lægð hér sem er töluvert langt suður í hafi ennþá, en þetta eru leifar af fellibylnum Erin og svo þessar tvær hæðir hérna sem að halda hér á móti og eru svona eins og hálfgerður skjólveggur fyrir Evrópu og fyrir vikið þá mun hún snúast hér sjálfan sig næstu svona 1-2 dagana áður en hún fer að taka stefnuna síðan Bretlandseyjar og eyðast. En hún nær síðan að þegar það kemur fram á morgundaginn þá fer hún að þrýsta hér úrkomu upp að suðurströndinni og það hvessir jafnframt allt svona nokkuð með þessu og sérstaklega þá kviður á völdu stöðum og geta gert fólki erfitt sem er með ferðavagna og húsbílar, hestakerrur og því líkt sem að þurfa að gæta sín þá í nágrenni við fjöll hérna syðst á landinu. En með lægðinni þá kemur töluvert að hlýju lofti og við heldur má segja kannski hlýja loftmassanum yfir landinu og ef við hittum vel á þá getum við séð tölur á bæði hér á norður og vestanverðu landinu sem getur farið yfir 20 gráður svona á næstu dögum. En síðan á 50 dagar að sjá að það verður nú eiginlega úr sögunni en það verður nú þá farin að síga hérna í átt að Bretlandseyjum og áhrifin er farin að minnka verulega hjá okkur. En ef við lítum þá á þróunina síðan í kvöld, nótt og í fyrramálið þá er nokkuð rólegt hjá okkur. Það er svona einhver smá úrkoma á stangli hérna hér og þar svona. Það er eins og þegar austanátti fer svona að gera sig gildandi. Það er þessi áhrif frá leifarnar frá fellibylnum að þá er svona þetta er áveðursvæði hérna suðaustanvert landið og þar verður svona einna mesta úrkoman svona á næstunni. En hitatölurnar eru býsna góðar. Þetta eru svona frá 12-13 gráðum og upp í 17-18 mjög víða en ef við hittum á góða kafla yfir hádaginn þá förum við eitthvað yfir 20 gráðurnar. Í dag mældust 23,6 gráður á Raufarhöfn þannig að það þarf ekki endilega að vera einhverstaðar inn til landsins til að fá góðar hitatölur ef maður hittir á veðrið. En síðan þá þróunin þá yfir til þriðjudags er að það er eins og áður sagði úrkoman svona einhver bundin hérna við suðaustanvert landið verður svona brotnari slitróttari fyrir vestan og einhverja dropa gerir fyrir norðan inn á milli en þeir verða fáir og til þess að gera langt á milli og hitatölurnar eins og áður sagði verða bara mjög sambærilegur að verða á morgun. Þetta er svona 12-13 og upp í 17-18-19 stig mjög víða og það er svona eins og sjáum að þrýstilínunum og þá er þetta alltaf strengur hérna syðst og þá er þetta hérna undir Vatnajökli, undir Eyjafjöllum og í kringum Vík. Þar eru svæði sem eru svolítið erfið fyrir og búa til nokkuð kröftugar vindhviður þannig að menn þurfa að fara svolítið varlega á þeim slóðum og ef við síðan lítum þá á þróunina yfir til miðvikudags að þá er úrkoman einhver bundin hérna við suðaustanvert landið áfram en lægðin farin að fjarlægjast og loftþrýstingur farin að hækka og þá gleikkar á milli þrýstilína þannig að þetta er orðið þokkalegasta veður þegar kemur hérna fram á miðvikudag en eins og þess að þá er úrkoman einhver bundin hérna við suðaustanvert landið og hitatölurnar á miðvikudag þá bara á pari við það sem verður næstu 2 daga á undan. Þannig þetta er bara fínasta veður fyrir utan að þá er frekar þungbúið og vætusamt á Suðausturlandi og svolítið vindasamt og kviðótt hérna allra syðst. Á 50 dagar hins vegar lægðin komið það langt frá að það er hennar áhrif að eiginlega hætt að gæta og komin hæglætisveður, hæg norðlæg eða breytileg átt, smá skúrir svona í flestum landslutum og ágætis hitatölur áfram. Ef við færum okkur síðan þá yfir til Evrópu og þá er í raun skúraviður hér í austast í svona norðausturhorninu álfunni, mjög bjart, hæðin heldur nú öllu frá hér. Þannig það er mjög smá skúrir svona sumstaðar í fjalllendi en óskup lítið og ekkert til að hafa áhyggjur af og hitatölur bara í fínu meðalagi svona meðað við árstíma. Hlýtt í Sevilla eins og vill verða, það er nú bara nánast venja að það sé mjög heitt á þeim slóðum enda þurrt svæði að auki. En ef við færum svo yfir á Kanari, norðlæga átt, það er viðbúið að verði einhverja smáskúrir en svona yfir hádaginn ætti nú að sleppa en síðdegisskúrir getur gert sig gildandi eða jafnvel undir kvöld. Og í Ameríku þá er bjart hérna austast og á miðríkjunum en skúraleiðingar hér með austurströndinu og þá einhver vætusamt hérna í austurhluta Kanada en á öðru leyti er ágætasta veður í Norður Ameríku. En við skulum láta það gott heita í kvöld, verið þið sæl.